Það við hæfið að byrja á lagi sem heitir Real Woman hér á FM 957 í næstum því FM 95 Blö. Ég heiti Jón Gunnar Geirdal og verð með ykkur í dag, Auðun Blöndal. Honum tekst ekki að hanga á Íslandi lengur en í svona korter. Þetta ótrúlegt. Það með ólíkindum, sko. Hann alltaf í útlöndum, sko. Já, hann bara svo sköllóttur Kofi Annan. Það bara með lífsins ólíkindum. Hann bara kemur til Íslands, í korter og svo hann í sumarfrí í 6 mánuði og þykist að stjórna einhverjum útastætti. Hann að semja frið við Normenn? Já, ég held að. Hann bara í því. Ég misti því svona detta 200 kílóum eða semja frið við Normenn og svo framvegis og framvegis. En við ætlum eins og að vera í miklu stuði og fjöri hér í dag. Það er föstudagur og tróðfullu þáttur af skemmtilegheitum. Við ætlum að fá hann Ásgeir Trausta sem í augnablikinu er minn uppáhalds tónlistarmaður. Já, hann er að gera góða hluti með lagi Leyndarmál. Já, lagi Leyndarmál og með sumargest núna hérna fyrr í sumar og ég heyrði, í vikunni, Þennan dag, fallegt lag sem er flott sem verður í kvikmyndinu Frost. Já. Svo heyrði ég Heimförin sem hann tók bara á kassagítar í einhverju stúdíu og kom inn á YouTube. Hvað er hann að fjöldaframleiða? Hann er að fjöldaframleiða og platan hans kemur 7. september og verður held ég bara alveg hrikalega góð. Þannig að við ætlum að ræða við Ásgeir Trausta á eftir og vonandi kemur hann með gítarinn og tekur hann kannski lagi fyrir okkur. Já, hann skilda fyrir manni eins og hann að koma með gítar. Já, líka síðast þegar ég var hérna síðast 50 daginn fyrir þjóðhátíð í Eyjum með þér Ingu og Sverri Bergmann og fleiri góðum gestum. Þá hélt hann að þetta væri viku seinna. Já. Daginn eftir eða einhvað allavega, þannig að hann mætti ekki þá, þannig að hann skuldur okkur ódöðlegt viðtal hér á eftir. Svo ætlar Helgi Björnsson að mæti spjall. Helgi allir sexy. Já, ég fór að hugsa þetta á hann og hérna morgun og ég gera svona hvernig við erum með þáttinn og í hvaða fílingu við að vera. Það er föstudagur og hver er meira sexy en Helgi Björnsson? Engin. Og engin er meira stuð en hann. Þannig að hann mætir í spjall á eftir, hann er með einhverja tónleika núna í september, búin að vera með Mók selja einhverja 5 plötur í sumar og ég veit ekki hvað og hvað. Og svo ætlum við að heyra í henni Hildi Sverris sem ætlar að tala fantasíur kvenna sem er stórkostlegt áhugamál mitt. Með fullri virðingu fyrir Helga Björns og Ásgeir Trausta, þá er ég eiginlega spenntastu fyrir því að heyra fantasíur íslenska kvenna. Já, og hún var bara auglýsti bara eftir fantasíum og konur ringdi einsólís sögunum til hennar. Já. Ég er ekki búin að lesa þessa bók en hún mók selst, þannig ég hlakka bara til hún til að mæta með eintak og við ætlum að fara yfir þetta. En við ætlum að byrja á góðu lagi. Þetta er vinur minn Ásgeir Trausti sem er væntanlegur í hús. 957 í beinni frá Kringlunni á morgun. Skráðu þig á postlista Kringlunar á Facebook síðu Kringlunar eða kringlan.is og vertu í Kringlunni á morgun. Þú gætir unnið gjafabréf frá verslunum NTC upp á 40.000 krónur. Gjafakort frá Kringlunni með 25.000 krónu inneign. Timberland Boots frá Timberland að verðmæti 34.990 krónur og Samsung Galaxy S3 frá Vodafone að verðmæti 139.990 krónur. Sérstakt vélnaut verður á svæðinu þar sem gestir Kringlunar geta keppt hina ýmsu vinninga. Komdu í Kringluna á morgun á milli 1 og 4 og þú gætir verið heppinn. FM 957 og Kringlan. Það borgar sig að vera með. Nú er skólastemning í Kringlunni. Skiptibókamarkaður, skólaföt, vel yddaðir blýantar og brakandi leðurtöskur. Mundu eftir ávísuninni. Kringlan. Spennt fyrir skólanum. Oreo-krössis. Ískaldur þeytingur á KFC. KFC. Svo gott! Í BT finnur þú réttu fartöluna fyrir þig. BT Skeifunni og Glerártorgi. Fitnessport, Coke Zero og mannlíf kynna. The Expendables 2. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Bruce Willis og Dolph Lundgren eru mættir aftur í einni hörðustu mynd allra tíma. You're terminating your dreams. The Expendables 2, komin í bíó. Stórstjörnur, innlendar sem erlendar athugið. Nú stefnir lottopotturinn í 18 milljónir. Leyfðu þér smá lottó. Kröftugt og töfrandi leikár Borgarleikhússins er hafinn. Nýtt Borgarleikhúsblað kom út í morgun. Kynntu þér dagskrána og vertu með í allan vetur. Borgarleikhúsið. Ágústtilboðin í 10.11 koma sterkinn. Nóa Tromp á 99 krónur. Snúður á 159 krónur. Ballerínakeks á 249 krónur. Freyjur X á 69 krónur. 10.11, alltaf opið. Spurning dagsins. Hvað er það sem er rosalega gott en samt er engin hvítur sykur, engin gerfisæta, næstum engin fita og ekki nema 62 hitaeiningar í hverjum 100 grömmum? Svarið er Jóker. FM 95 Blö. Á FM 95. Chris Brown á FM 957, drauma tengdasonur allra mæðra heiminn. Nákvæmlega.
ekki fórum höndum hérna yndislegu Rihannu. Hvað samt málið með þetta autotune í þessu lagi? Það ekki svo Chris Brown eða einhverju basli með að syngja, sko? Nei, þetta aðeins svo mikið, sko. Þetta minnir mig á Cher, sko. Já, og vilt ekki vera Chris Brown sem minnir það á Cher. Nei, það eitthvað... Það opbóðslega vond maður. Eitthvað rangt við það, sko. En á línunni maður sem þarf ekkert autotune. Ekki rétt? Nei. Sætlitu. Sætlitu. Hvað segir Sverrir Bergmann, sérstaklega hirðskáld þáttarins? Hirðskáld? Já, það ekki bara. Það er söngvar eða rödd eitthvað, ég veit ekki, ég er bara reyna hátilegur. Já, spottur. Hvar ert þú staddur? Ég er staddur upp á Holtavriði núna. Þú ert upp á Holtavriði, þannig að þú gæti dottið út bara í... Já, hvað ert að gera upp á Holtavriði og hvert er þetta að fara? Ég er að leiða krókinn á Gæruna. Já, á heimaslóðir. Hárið þér. Bærinn verður innsiglaður á mánudaginn. Já, þetta verður gæður. Gömlu heima sætutama, lengi lífur í gömlum klæðum og ves. Hvað? Nei. Kæru er ekki að hlusta þetta alls í lagi. Og hvað er þetta að spila í kvöld eða morgun eða hvernig er staðan? Við erum að spila í kvöld. Já, hvað, Sverrir Bergmann og Munaðarleysingarnir? Já. Hvað ert að spila með Oliver Twist eða? Já, ég og Oliver Twist. Og hverjir eru Munaðarleysingarnir? Er það Fjallabróðurstýrið eða? Já, meðal annars og Óskar Þormarsson og Tómas Jónsson og Valdimar Olgeirsson, þú þekkir alla þessar stráka. Já, ég og strákarnir. Það er Memphis Mafia, það eru Reiðmenn Vindana og það eru Munaðarleysingarnir með Sverrir Bergmann. Já, þetta er svolítið svo leiðis. Og er þetta bandi sem verður á plötuninni sem er að koma með haustunum? Það er hárið þér. Er það ekki? Svona er ég séður, hér skúpum við alveg alla veggi. Þú veit ótrúlegur. Og þið, hvað, ballið í kvöld? Já, nei, við erum að hitta svo upp fyrir Gildruna á Hótel Mælifelli. Já. Upp á miðnætti, það verður rosalega. Hitta upp fyrir Gildruna á Hótel Mælifelli, þetta var bara, ég bjóst ekki við að heyra þessa setningu þegar ég vaknaði í morgun, hún er rándýr. Þetta er gæðið. Já, skemmtilega, og hver eru með þér í bílum, ertu bara einn eða? Nei, ég er Halldór og Óskar. Já. Já. Það er bara ástsjúku bíl. Þeir gítarar og Kæsson, ástsjúka Ekki neini, ég var bara að segja þetta. Þetta er vængið með þér. Hörðu, en hérna, ég ætla nú að kvarta smá. Nú? Þú veist, gamli maðurinn er fenginn í, ég stýra næstu því að 595 blöð og það er ekkert föstudagslag. Hvað, þú veist, ég er búinn að byggja flest óskalögu með höðutölu sem að þú hefur flutt hér á föstudagum. Já, ég þurfti bara einmitt að fara að norður. Já, sem er reyndar, ég skil það allt, það er allt í lagi. Ég er upp á Holtavriði, sko. En hérna, við fengum bara annan söngara, það kemur hér kollegið þinn Ásgeir Trausti og eftir og vonandi með gítarinn og tekur kannski eins og eitt föstudagsslag fyrir okkur. Já, þetta ætla hann að mæta, actually, núna. Já, hörru, já, þú varst með mér í loftinu síðast, já, hann ætlar að mæta, hann lofaði því. Hann lofaði líka síðast. Já, sjáum til, við kannski höldum ekki okkur andanum, ef Ásgeir Trausti er að hlusta, þá bara ósku honum velfartan í umferðinu og vonandi hann að leiðin til okkar. Já, nákvæmlega. En þið skemmtið ykkur konunglega á Gærun í kvöld, við byggjum að heilsa norður á heimaslóðir. Já, skilur því. Hörðu, bara góða stundir, drengir, við ætlum að skella í eitthvað föstaslag, eitthvað gammalt og gott með þér. Fíla. Hörðu, sjáumst þér. Já, Og Feel the Love hér á FM 957 í næstum því FM 95 blöð. Ég heiti Jón Gunnar Gerdal og verð með ykkur hér í dag
á svona fríi förundi. Yngvi hér með mér til halds og traust hér á eftir. Ég gleymdi það, við hérna tölum nú allsöllum að spjalla við í dag. Gleymdi því að Eva Steindi manu það. Hann manu ekki margt og er afskaplega seinn til, þessi snillingur. Það er eins og heilinn sé bara til að halda svona réttu bili milli eyrnanna hjá honum. Já, við förum yfir þetta með honum eftir ef hann mætir. Við slúum vona að mæta og kannski er hann að hlusta, þannig að hann kannski drattast af stað og kemur hingað upp úr 5 eins og hann ætlaði að vera með okkur hérna síðustu hálftíma 40 mínútur fyrir sko. Já, ég ætla að hafa mikla trú á honum í dag. Já, hann var með hérna fyrsti þáttur í seríu 3 í gærkvöldi og var virkilega skemmtilegt, þannig að við kannski spilum þetta lag Dansaða af mér hér á eftir sem að Vísi.is frumsýndi á hann. Já. En í hljóðvers FM 957 mættur tónlistarmaðurinn Ásgeir Trausti, velkominn til leiks. Takk fyrir það, Hvað segir þú og gott í dag á föstudegi? Ég er bara brattur. Já. Ég er bara að fara að spila eftir með hljómsveitinni minni og við vorum að æfa á hann. Já. Þú veist bara hingað. Og í hvaða hljómsveit er Ásgeir Traustason til að upplýsa FM-hlustendur? Hljómsveitinni Lovely Lion. Já. Og mínu sólobandi líka. Já. Ég sá Lovely Lion á bræðslunni fyrir í sumar. Og gamla sér á hríðar sko, það búið 80 manns borgað fyrir Eystri. Það voru ekki 3000 manns í bænum með helgi. Það er bjánulegt. Það er alveg með ólíkið tíð. Og ég hefði bara heyrt Into the Forest með Lovely Lion, aldrei séð ykkur live. Og mér fannst það bara frábært. Og þessi 2 lög, bæði Into the Forest og My Lovely Lion. Söng hún virkilega heillandi. Já, hún er rosa góð. Þannig að ég held að Lovely Lion eftir að vera meira áberandi. Já, hann er klárlega. En hvað segir okkur svona af þinni tónlist? Þú ert búin að vera svolítið áberandi í sumar. Já. Og það er plata í haust, ekki satt? Jú. Það er stemt á að hann komið út kringum 7. september. Ok. Kannski aðeins einna. Hvað heitir gripurinn? Dýrð í dauðaþögn. Ok. Er svo titillag á plötunni eða er þetta bara nafn út í bláinu? Nei, það er sem sagt eitt lag á plötunni sem heitir Dýrð í dauðaþögn og það er ekki búið að spila það neitt. Þannig að fólk þekkir það ekki neitt. Já. Kannski verður það næsta í spilun. Ok. Fólk er nú búið að heyra, Leyndarmál er nú mest spilaða laga landsins. Já. Og já, cirka bát. Búið að heyra sérna duglega svona á FM 957, menn heyrast enn meira á næstunni. Afskaplega gott lag og ég er búinn að, eins og segja, ég heyrði fyrr í mánuðinum. Þegar þú gleymdir að koma til okkar í útsendingu og ég lýsti þar miklum áhuga því að ég reyndi að fylgja svolítið mikið með íslenskri tónlist og ég er þannig mjög hrifinn, þó ekki það ég ætla að hljóma eins og okkur grúpi sko. En sumargestur fannst mér virkilega gott lag og náði mikið til spilinu í sumar. Leyndarmál þykir mér sko líka enn betra og meira gripend og svo er ég búinn að heyra Heimförina þar sem þú bara með kassagítarinn á YouTube. Óbóðslega flott lag og textinn alveg magnaður. Já, takk fyrir það. Ég var djarfur á Facebook og skaut því að út í loftið að þetta getur verið svona stingum af texti ásins ef þetta rægt að færa á flug þó að sem verður kannski svolítið mikla væntingar en allt í lagi. Það er gamli, ég hef gaman að því sko. Gamli pabbi gerir textana sko. Já, ég sá það mitt á einhverju skalli. Ja, flesta textana, þú er félaginn sem gerir 3 texta á plötunni og pabbi gerir 7. Ok. Og hvaðan koma áhrif til Ásgeirs Trausta? Hvað hlustar á? Það er nú bara eiginlega það sem að fólk heyrir sko. Já. Þú fólk er að tala Bon Iver og... Já. Það er svona Bon Iver ára yfir svo. Ég heyri svona Anthony Johnson líka svona inn á milli sko. Já, já. Sem ég er mikið hrifinn af. Það heyrist mjög vel svona í oft hvaðan það kemur sko. Ok. Og þetta er líka bara eins og með sumargestur er náttúrulega alltaf öðruvísi en Leyndarmál. Já. Það er smá disco í Leyndarmál. Já. Það er líka hlusta bara á svona fólk akústískt eitthvað eins og tónlist með hann Earth og... Ok. Já. Bob Dylan, klassískt. Þannig að það er Leyndarmál. Og hvaðan kemur, hvar byrjar Ásgeir Trausti? Hvernig byrjaði þetta ævintýri alltaf? Þetta byrjaði nú bara því að í vor, mjög snemmi í vor, ég man ekki alveg hvað mánuður, það var mars eða eitthvað svoleiðis. Já. Og það er félagið minn sem skipaði mér eiginlega, ég þurfti að gera eitthvað með þetta. Ok. Ég var búinn að taka upp fullt af demóum sem ég gerði bara svona fyrir sjálfa mig og vini mín og svona. Já. Það var svona drastlega demó sem ég tók bara upp heima, sem ég ætlaði ekkert að gera neitt við, sko. Skil ég. Og svo sýndi ég einhverjum þetta
og hann skipaði mér að syngja í Kitta. Já, Kitta Hjálm fyrir það sem ekki kveikja. Kitta Hjálm og og ég hringdi bara hann bara strax og fór upp í hljóðrita í stúdíói. Já. Lét hann fá nokkuð demo á disk. Ok. Og svo hringdi hann bara í mig daginn eftir og vildi prófa að gera eitthvað og þá tókum við upp Sumargest. Og svo í kjölfarið því var ákveðið að fara með til Hljómskólann, Sumargest. Og svo í kjölfarið því var ákveðið að gera næsta lag og svo ætluðu ákveðið bara að gera plötu. Já. Með öllum þessum demónum sem ég var búinn að. Og það er 7. september búið að semja við Senu. Já. Og það verður gaman að sjá hvernig þetta allt saman kemur. Allan er búin að fá ótrúlega mikla spilun og hún er ekkert að fara að minnka á næstunni í grunum með svona með viðbröð. Nei, það er bara gaman að þessu. Já, en Lovely Lion, er plata í bígerð þar eða hvernig er stemmingin? Já, við erum ekkert rosalega mikið að stressa okkur yfir því sko, bara hafa gaman að þessu sko. Nei. En við erum bara... Leifa gítarleikunum bara slá í gegn fyrst og... Já, en við erum bara að semja lög og safna í einhverjum bunga sem við getum kannski notað í plötu kannski næsta ári eða eitthvað. Ok. Við erum komið einhver 5 lög núna, þannig að við erum bara að reyna að handa áfram bara. Fólk þarf að, þið sem eru að hlusta, þið þarf að kynna ykkur Lovely Lion inn á YouTube. Það eru 2 lög, Into the Forest sem kannski Yngvi finnur fyrir okkur og við ætlum að spila hérna á. Þegar við erum búin að spjalla við Ásgeir og svo My Lovely Lion sem ég er líka mjög hrifinn af. En allavega ég býð spenntur eftir plötu rétt eins og margir og ég held þetta eftir að mók seljast og vona ég það. Já. Og eru svo útgáðu tónleikar og er búin að teikna það einhver upp? Já, við erum svona að vinna í því, sko. Já. Við vorum með, erum með eina hugmynd svona í bígerð að halda fyrstu útgáðu tónleikana á staðnum sem ég ólst upp á eða kem frá. Já, hvaðan kemur þú? Á Hvammstanga. Á Hvammstanga, takk fyrir. Ok. Já, við ætlum mögulega, sko. Já. Mögulega fyrst að þá myndi það vera kannski helgina 15. og 16. Já, september. Ok. Og svo ætlum við að fara kannski bara daginn eftir með það í Reykjavík, sko. Ok. Spennandi. Ég hlakka mikið til að sjá þetta live og bara hlakka til að heyra svo plötunar rúli í gegn. Ég þekki nú nokkru sem er búin að fá að heyra eitthvað aðeins meira en þetta sem búið að heyra í útvarpinu. Já. Menn allavega haldi ekki vatni, þannig að það er gaman að koma með fyrstu plötu á markað og með þennan jarfi, sko. Já, það er skrítið, sko. En það ekki? Ég bjóst ekki við þessu, ég bjóst ekki við að væri neitt að fara að gerast, sko. Nei, þá er þetta bara ennþá skemmtilega. Já, það er bara gaman. En þú komst ekki með gítarinn því miður. Já. Við lofum með Björn okkur hérna á, ég og Yngvi. Nú, já. En það er allt í góðum, Ásgeir Trausti mæti bara aftur setna með gítarinn og tekur lagið fyrir okkur. Þannig væntanlega hægt að plata í það í september þegar að plata kemur og svona. Já, minnsta múli. Eindislegt. Annars ég bara takk fyrir kærlega. Við ætlum að spila Lovely Lion og Into the Forest. Við á FM hlustundum að heyra. Spray frá Lee Stafford, eins og nýkominn af ströndinni. Lee Stafford hárvörur. Samkvæmt nýlegum mælingum á Íslandi er engin munur á eyðslu bíls með N1 bensíni og bensíni frá orkunni. En bíll á Shell V-Power bensíni eyðir 2,4% minna. Það eitt gerir cirka 6 krónur sparnað á lítrann. Skeljungur. Þegar ég fór á Dale Carnegie námskeiðið var ég aðalega hugsa að losna við hnútinn í maganum þegar ég held ræður og kynningar og ég losnaði heldur betur við hann. Það sem kom mér á óvart var að námskeiðið hjálpaði mér við ýmislegt fleira. Ég skipulegg mig betur og sett mér skýr markmið og svo líður mér bara miklu betur. Núna býðst þér frýr kynningartími hjá Dale Carnegie. Hringdu í síma 555 7080 og taktu frá sæti eða fáðu upplýsingar á dale.is. Hámarkaðu hæfni þína með Dale Carnegie. FM 95 á FM 95. Ó gott,
Nuke Dugum remix af Al Elda, nýdönsk. Vá er eiginlega eina sem ég bara á yfir þetta er fárulega flott. Já, þið þurfa hérna læka á Nuke Dugum á Facebook og fylgjast með því sem strákar að gera. Er þetta ekki strákar eða er þetta strákur? Ég held þessi 3 strákar. Já, ok. Já. Þeir eru búin að taka Mörmör með Múkisson og hitt og þetta. Ísland er landið. Já. Axel í búning þar sem að maður getur hlusta á Ísland er landið, sko. Já, en þetta er langbæst sem við hefum gert. Ég er búinn að svolítið bara fylgjast með strákum hana. Þetta er langbæsta. Það er staðfest. En Ásgeir Trausti, hann er farinn og rólegur og yfirvega strákur og kom með frábæra plötu sem stefnir í. Hann er ekki með púls, hann er svo rólegur. Hann er alveg silkislagur og bara spenntur fyrir því sem að koma skal. Tvítur sem er alveg með ólíkindum. Og segir mér að ég sé gamall. Já, þú hvað ertu gamall? Ég er 25 ára núna í nóvember. Já, kork í þig. Ok. Gamli hér 38 að vera 25 bara eftir nokkra mánuði. Já. En allavega, það er glæsileg kona á línunni, skils mér. Það er rétt. Hæ, Þórunn Antonía. Góðan daginn. Hvað segir Disco Squeeze á landsins? Herfi, ég er bara rosalega hrætt. Er það ekki? Hún er bara að klára soundcheckning á Dolly og það er bara útgáðutónleikar og frumsýningarparti á vídeónu mínu. Já. Mjög þar í kvöld, í bóði Smirnoff. Ok, duglega að plugga. Já. Alveg bara með texta fyrir fram að sig, muna Smirnoff. En hörru, segðu fólki hvað Dolly er, fyrir þá sem vita það ekki. Dolly er glænýr stað sem að Dóri Tekki Fúsa var að opna í Hafnarstræti 4. Gamla Döflines. Alveg rétt, þetta er svona afsprengi að hún með Jolene í Kaupmannahöfn. Já, sem er á Dolly Parton smellur og svo er með Dolly í Hafnarstrætinu. Akkurat. Ég fór á menninganót og það var allt brjálað, sko. Ég mætti mig líka þá og það var bara upp á borðum á dansóru og þetta er svona Boston Kaffebar feelingur eða dæturinnar Elina Kristjáns voru með elektrobandið sitt og Unnsteinn Manuel Retro að syngja þetta, alveg klikkar, sko. Þetta var gæðveikt. Og hvað er þetta að gerast í kvöld? Það er útgáfupartí. Já, það er útgáfupartí hjá okkur fyrir plötinu mína Star Cross. Já. Og þannig ég og Benson og Friðfinnur Ottilegs mínum fleytti þar alla plötuna fyrir mig fyrst. Ok. Þannig byrjum kvöldi klukkan 9 á því að sína glænýtt vídeo sem að Ellen Loftsdóttir og Þorbjörn Ingarsson Narvi Creative gerði fyrir mig og við tókum það upp í London núna fyrir mannunum. Já, varst ekki í sleik við eitthvað Karlkins sjóðheitt mótil og eitthvað? Jú, mín bara. Já, það er ekkert annað. Það er sleikur í London, það eru fossið fréttur að séð og heyrt, þetta er að gerast, það mæti halda að vera komið glata. Þetta er yndislegt. Það er bara þannig. Já, og þetta er myndbændið lagi So High, ekki satt? Jú, einmitt. Ok. En við þurfum að þú er stundum búin að vera með honum Auðunni Blöndal í útsendingu. Akkurat. En það ekki? Við verðum að taka smá blöð og þú ert að segja mér hvaða 3 manneskjum þú myndir vilja djamma með, alveg sama, bara lífs eða liðnar. Ok, Til dæmis í kvöld, hverja 3 myndir vilja fá með þér í kampæns Rugglið og Dolly sem verður í kvöld með Þórunn Antonía? Klárlega Dolly Parton. Já, það getur verið skemmtilegt. Það getur verið skemmtilegt. Þú og Dolly Parton getur verið, já, þetta er aðeinsvert. Þú getur verið ímyndaðir, ég og Dolly Parton bara... Er hún ekki bara 1,40 eða eitthvað? Hún er það, sko, ég er ekki það hátt, hún heldur, sko, hann, já. Já, hún er 1,40 með F-skálar eða eitthvað, sko. Já, einmitt, ég er ekki alveg það heppin. Takk fyrir. Já, það er hún og hvernig ég segja, Elvis Presley og nú finnst ég að hann myndi... Já, sérst áður en að var 150 kíló pillusjúklingur, sérst Elvis í leður jakkafutunum. Nákvæmlega, bara þegar hann var sem heitastur. Ok. Og svo bara, þú veist, einhver svona flotti rappara myndi mæta bara, þannig að myndi mæta bara í pels. Ég myndi taka Jay-Z frekar, ég held að Kanye sé steik, sko. Ok, já, Jay-Z og Beyoncé, þau mætti alveg mæta. Já, ok, þú fær þau sem par, sem einn einstakling. Ok, Jay-Z og Beyoncé, Elvis Presley og Dolly Parton, þetta hljómar svo partí, á Dolly í kvöld. Þetta er rándýrt, sko. Já, þetta er svo akkurat, ég bóði Smirnoff. Nákvæmlega. En við segjum bara gangi vel í kvöld og góða skemmtun og bara hlakka til að sjá myndband. Við treystum því að það fljúi inn á Facebook og YouTube og viðar. Já, það flýgur inn á alla þetta miðla. Er það ekki? Algjörlega, svo bara vonum til að sjá ykkur í kvöld. Já. Þið verður að mæta. Við hendum okkur í partískóna, ég og Eysteins og mætum í Hafnarstrætið. Við ætlum að spila lagið góða, ég segi bara gangi vel í kvöld og góða skemmtun. Takk kærlega fyrir það. Heyrumst. Bye. Sérfræðingar sunnan til að sjá að það borgar sig að eiga fyrir hlutunum. Þess vegna nota ég fékortið. Fyrir framgreitt greiðslukort
Annars hefði ég nú aldrei efna á því að vera bóndi. Náðu betri tökum á fjármálunum með Mastercard fékorti, nýja fyrirframgreidda greiðslukortinu. Farðu skynsamlega með þitt fé. Sæktu fékort á kreditkort.is. Líkami og lífstíl kynnir í samstarfi við Kasal 12 vikna lífstílsátakið Þinn líkami, þinn lífstíl. Taktu þátt því að það er til mikils að vinna. Heildarverðmæti vinninga er yfir 1 milljón króna. Kynntu málið inn á thinnlíkami.is. Hjá Toyota Kauptúni er opið á laugardögum frá klukkan 10 til 16. Toyota Kauptúni í Garðabæ. Fitnessport, Coke Zero og mannlíf kynna. The Expendables 2. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Bruce Willis og Dolph Lundgren eru mættir aftur í einni hörðustu mynd allra tíma. You're terminating your dreams. The Expendables 2, komin í bíó. Arion-appið er nýjung í bankaviðskiptum. Með einum smelli tekur þú stöðuna á reikningum og kortum. Kynntuðu málið á arionbanki.is. FM 95 blöð. Á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðijúb. Trompaðu daginn, fáðu tromp. Florence and the Machine, Spectrum, Calvin Harris remix hér á FM 957 í næstum því FM 95 blöð. Ég heiti Jón Gunnar Geirdal. Við erum hér í fjarveru Auðuns Blöndal sem er staddur í ekstra erlendis, eins og svo oft áður. Við erum búin að spjalla við Ásgeir Trausta, við ætlum að spjalla við Helga Björns hér á eftir. Hann ætlar að fræða okkur hvað hann er að fara að gera á næstunni. Steindi kíkir hér til okkar, rúmlega 5 og svo ætlar hún Hildi Sverris, hún er rétt og komin í hús. En við ætlum að fræðast fantasíur kvenna sem ég og Yngvi og fleiri þarna út eru pottþétt áhugasamir Það er bara þannig. Það er bara þannig sko. Þessi bók er á mók seljast, tiltölulega nýkomin út. Og Hildur ætlar að fræða okkur þetta allt saman hér á eftir. Við ætlum að halda áfram með góða tónlist. Hér er lag sem er miklu uppáhaldi hjá undirritum. Þetta er Úlfur Úlfurs og MC Gauti, Blóð og sígarettur hér á FM 957. Þetta er hressandi Úlfur Úlfurs, Blóð og sígarettur. Hressandi titill. Og skemmtilegt. Hörðu, velkomin í hljóðver FM 957. Takk fyrir. Og fyrir þá, og þú maður kynnaði fyrir okkur. Ég heiti Hildur. Hildur Sverrisdóttir, sem er að gefa út fantasíur. Ég, til hamingju með bókina. Hún er tiltölulega nýkomin út, ekki satt? Jú, bara fyrir viku. Ég ætla að fá að lesa hérna á bakinu, því að mér finnst bakið skemmtilegt. Kynferðislega fantasíu getur verið dónalegar, hamslausar og forbóðnar, en líka rómantískar og blíðar. Þær birtast hér í fjölbreytilegu formi, í sögum, textabrótum og hugleggingum eldheita ástríðufundi, skyndikynni og stolna stundir. Sumt geti gerst hvar sem er, annað við óvæntar og sér íslenskar aðstæður, í miðbæ Reykjavíkur út í villtri íslenskri náttúru. Takk fyrir kærlega. Aldeilis. Þetta er aldeilis og hér er 51 fantasía. Og hvernig kom þetta til, bara svo ég spyrji? Við náttúrulega erum ábústir áhugasamur, mjög áhugasamur fantasíur almennt. Já, fantasíur kvenna. Og fantasíur kvenna sérstaklega sko, við erum konum við nóg á okkar. En hvernig kom þetta til að þú búst í þetta? Mér faktist hefur svona langað í nokkur ár að hafa bara svona heiðarlegri og meira opinská umræðu mitt. Svona kynferðislegar langanir kvenna og fantasíur og svo leys. Ok. Þannig að mér langaði að vinna það bara einhvern veginn á svona þann hátt sem ég taldi best. Að kasta boltanum til íslenskra kvenna sem ég gerði í lok maí. Ok. Þannig að ef þeim myndi hugnast þetta sem að mér langaði að gera og hvort þeim myndi langa að senda mér fantasíuna sína sem ég myndi síðan vinna úr. Já, nafnlaust. Nafnlaust, já, það varð að vera verkleið. Eðlilega. Mér var bara sagt að konu myndi ekki treysta. Nei, það hveit ekki bara, Sigrún Breiðholti og bara allir vita það og það kannski verra. Þeim líður illa með það, sko. Já, það gef ég mér. Og enda er það óþarfi. Ég er ekki að gera þetta til þess einhvern veginn að allir fara og hlaupa út og öll torg og segi hvað finnst. Ok. Þannig að já, ég fekk 200 nafnlausar fantasíur. 200 nafnlausar fantasíur. Og hvernig vinnum maður úr 200 fantasíum niður í 51? Varst þú bara á kvöldi með rauðinsglas bara að lesa í gegnum Hugarheima? Það var mikið rauðvín í þessu ferli. Er það ekki? Að fara í gegnum, svolítið sérstaklega að fara í gegnum Hugarheima fólks með þetta, sko. Já, og það var svolítið skrítið fyrst, að sjálfsögðu. Já. Ég þurfti smá að venjast.
pínu perraldist ekki, bara svona skemmtilegt. Já, ég var svona, ég þurfti aðeins að hugsa með sjálfur mig hvort ég væri nokkuð með gæðuþörf eða eitthvað, en svo var ekki. Og svo var bara svo útrúlega glöð og stolt yfir viðbrögunum og fjölbreytileikanum. En þetta samt svona gæðuþörf að vilja lesa fantasíu hvernig, það ekki? Ég skal bara glaða ykkur að ég bara mjög áhugasamur þessa bók og hlakka til að glaða mig gegnum hana. Já, ég meina gæðuþörf eða upplýsing og bara forvitni bara. Já, vita hvað Joe Public að gera í íbúðinu við hliðina, sko. Bara hvað fyrir gegnum hausinn á þessari eða þessum og svo framveg, sko. Ok. Og hvað bókin komin út og það þarf að fylgja henni eftir þú, en það verður væntanlega í viðtölum hérna, sko, viljað ekki haust og svona, sko, er það ekki? Já, ég meina þetta verkefni og bókin hefur vakið bara mikla forvitni á fólki sem er skemmtilegt. Já. En það er kannski ástæði fyrir ég gerði þetta, út af því að það er kannski ekki mikið búið að ræða þetta hinga til. Nei, og bókin líka tilenguð, kynfrelsi kvenna. Kynfrelsi kvenna, já. Já, ok. Ég held að svona opinská og heiðarlega umræða sé alltaf í þá og hvernig heldur hún ekki. Já. Hvernig það þegar þú byrjaðir á þessu og varst svona að biðja fólk eða konur að senda fantasíu til? Hvaða viðbrögð bjóstu við að fá svona til að byrja með? Ég svo sem hafði ekki hugmynd og ég vissi ef þetta myndi bara falla dautt niður og þá náttúrulega heyrði heldur henni í bók og þá var það bara þannig, þá var það líka áhugaverð staðreynd. Já. En svo aldrei hugnaðist konum þetta og það var mjög skemmtilegt. 200 fantasíur. Þetta ég hlakka mikið til. Sérst bókin gefur 51 fantasíu fyrir konur til að njóta, forvitnast og samsama sig við. Þó með grunn og margur kallinn á heimilinu muni fá að glugga í bókina. Hann kannski viðkennir ekki, sko, en hann áttur að rífa hana í sig þegar leið hann kemst í, sko. Alveg pottið. Það er líka allt í góðu. Svo geta pörin jafnvel bara að rætta þetta einn saman. Já, fara bara í þetta. Já, rætt að segja svona, þú getur bara merkt við kannski einhverju sögu sem að henni hugnast og svona. Já, fylla sér niður með kæru og nenni að setja raut við það sem á að fara í gang. Já, til dæmis. Til dæmis. Við erum konur bara í stuði hérna, sko. Það er föstudagur á 5.957. Takk fyrir kærlega. En þetta sumar eru kannski kunnulegar, aðra sem fjarlægur draumur en allar eru þar uppfullar af erótík og spennu. Þetta hljómar allt afskaplega vel. Já. Átt þú þína uppáhalds fantasíu í þessari bók? Sko, mér finnst þær allar stórkostlegar. Ég get ekki gert upp á milli. En ég á mína fantasíu í þessari bók. Já, þannig að það er fantasí eftir því í bókinni? Já, sjálfsög. Já, ok, hvað tekur svo við? Ekki það, kannski ekki eins spennandi að gefa út fantasíu kalla. Getur það ekki verið eitthvað svona, er það? Nei, ég meina... Kynfrelsi kalla og að koma út bók? Ég meina, kynfrelsi kalla er líka mikilvægt. Það sjálfsögðu. Það er alveg mikilvægt að það sé ekki mýtur kallmenn eins og það er mikilvægt að það sé ekki mýtur konur. Algjörlega, já, talandi kynfrelsi kalla, hér labbaði Steindin. Já, nákvæmlega. Já, ok, þannig að gæti það komið, gæti það verið raunhæft, erum við ekki forvitnar ykkur skauðsutnar? Það er ekki búið að vera kannski alveg heiðarlega umræða konur undanfærið, en svo getur það breyst. Já, hvað meinar það? Af því að erum við búin að vera vondið við hérna grimmu öfgafeminista svo hildi allt þetta gengi allt saman. Las svo skemmtilega grein á knús.is í vikunum, við förum með þetta. Með bókan? Já, akkurat takk gengur. Ég held að í gegnum árhundruðin hafa konur verið svona innan einhvers ramma. Já, algjörlega. Ég held að sé óþarf að hafa konur í. Það er alveg miklar kynverur og kallmenn. Já, sem betur fer fyrir okkur strákana. Er það ekki? Takk. Er það graðar? Hvað segir þið? Er það graðar? Já, það er sem betur fyrir að graðastendi. Þetta veistu. Ég sagði bara Steindi að þú kveikja athygli á honum að hann alltaf er eins og hann er þessi elskar. Að við ætlum að tala graðarkonur, hann er bara mættur, hann ætti að vera að koma miklu seinna en allt í lagi. Kom með þessu á réttum tíma, sko. Sem er með lífsins ólíkjötum. Hann líka bara með personal assistance, en það bara dróð hann ekki niður. Ef þú ætlaði að baktala mig, gefið mér mæk, sem ég sagði. Já, takk þennan. Tiltu þið niður með okkur, elsku vinnur. Byrjaðu að segja hæ við Hildi. Já, sælildur. Heill og sæll. Gaman að sjá þig. Sömuleiðis. Þú myndi vilja lesa þessa bók, Steindi, og mynd pottitt lesa hana. Maður, réttu mér það. Já, fantasíur. Já. Þetta er Sverrisdóttir, ristir því. Absolutely, ég get alveg séð fyrir mér að maður getur legið einhvers staðar á Östuvelli í Sólbæði og með fantasíurnar og jafnvel bara með kláravín í kók. Kláravín í kók, takk fyrir. Heimsborgarinn Steindi Junior. En allavega Hildur, við erum spenntir við strákarnir fyrir þessu og óskum bara sannlega til hamingju með þetta. Takk hérlega. Og takk fyrir að kíkja okkur á föstudegi hérna í stuðið á 5.957. Absolutely. Takk og góð helgi. Sömuleiðis.
FM 957 í beinni frá Kringlunni á morgun. Skráðu þig á póstlista Kringlunar á Facebook síðu Kringlunar eða kringlan.is og vertu í Kringlunni á morgun. Þú gætir unnið gjafabréf frá verslunum NTC upp á 40.000 krónur. Gjafakort frá Kringlunni með 25.000 króna inneign. Timberland Boots frá Timberland að verðmæti 34.990 krónur og Samsung Galaxy S3 frá Vodafone að verðmæti 139.990 krónur. Sérstakt vélnaut verður á svæðinu þar sem gestir Kringlunar geta keppt hina ýmsu vinninga. Komdu í Kringluna á morgun á milli 1 og 4 og þú gætir verið heppinn. FM 957 og Kringlan. Það borgar sig að vera með. Nú skólastemning í Kringlunni. Skiptibókamarkaður, skólaföt, vel yttaðir blýantar og brakandi leðurtöskur. Mundu eftir ávísuninni. Kringlan. Spennt fyrir skólanum. 190 milljónir í fyrsta vinning á laugardaginn. 1x2 við tippum. Kröftugt og töfrandi leikar Borgarleikhússins hafinn. Nýtt Borgarleikhúsblað kom út í morgun. Kynntu þér dagskrána og vertu með í allan vetur. Borgarleikhúsið. Kerfisfræði og netstjórnun. Það er nú eiginlega. Og MCITP. Það er ekki bara eitthvað rugl. Stígðu skrefið inn í nútíman og mótaðu framtíðina. ProMent býður upp á nám í netstjórnun og kerfisfræði svo þú getur orðið MCITP Microsoft sérfræðingur. Miklir atvinnumöguleikar og víða mjög góð laun í boði. Kynntu þér málið og skráðu þig á póstlistan á proment.is. Þú gætir unnið námskeið að verðmæti 100.000 krónur. ProMent. Lottobóturinn stefnir í 18 milljónir. Lifðu þér smá lottó. FM 95 blöð. Á FM 95. Það er jam í kvöld og það er jam á morgun og ekki á morgun heldur hinn og hinn og hinn og hinn. Jam í kvöld, jam í kvöld, jam í kvöld og hinn 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 og hinn. Hinn og hinn og hinn og hinn og hinn og hinn og hinn. Jam í kvöld. Já, það er föstudagur. Það er föstudagur. Þú varst á jam í gær. Já, ég fekk mér aðeins í gær. Við vorum að frumsýna þáttinn í gær. Já, döminn og herra Steindi Junior mættur í hljóðvera 5957. Takk fyrir það, gott að vera hérna. Er það ekki? Jú, mjög. Og hvernig tókst til í gær? Mjög vel. Við vorum mjög ánægð með þáttinn og Já. Og svo eru 7 þættir eftir, pældi því. Já, það eru, þetta er 8 þáttir. Þetta eru 8 þættir, maður. Þetta eru 4 klukkutímar af gríni. Og þetta er þetta grand finale. Já, þetta er bara þriðja og jafnframt síðasta seríana stendur okkar. Já. Þannig að við erum all inn í þessar seríu, við erum með öll spilin okkar úti. Ég þóttist nú sjá það í gær. Ég nú svo sem sagt þig frá því og þú nú hefist því. Börnin mín eru miklir Steinda Junior aðdandur, miklir. Já, ég veit ekki hvað það segir þig sem pappa, en ég er mjög ánægð með þau. Já, þú veist, sonur minni, bara hann syngur jam í kvöld bara og skeiði tvíkur, hann elskar þetta allt saman, sko. Tekur hann flagar hann líka? Nei, hann tekur þetta ekki flagar, hann sem betur fyrst, það væri verra. En allavega, ég beið bara eftir að barnaverndarnefndin færi að berja niður hurðunni hjá mér í gærkvöldi. Þegar börnin vilja horfa á þetta, sko. Já. Og þetta er nú ekki barnvænasta grín í heimi. Nei. Þó lögin séu grípandi, sko. Já, algjörlega, en þú veist, ég er 27 ára og Bent og Maggi eru, 28 og við erum náttúrulega ekki að búa að skrifa barnaefni. Nei, ég gerir ekki eins. Þannig að, sko, en málið er að það verðist vera að krakkar hafi ógeðslega gaman að þessu. Ég veit ekki hvað það er. Ég held að sé kannski búningarnir eða kannski er það lögin. Ég held að sem 1, 2, 3 lögin, sko. Leikskólabörn syngja jam í kvöld, þú veist, og þessi lög, sko. Þannig að þeir eru bara svo grípandi, þú veist. Já. Og myndböndur nú kannski, þú veist, minnst svæsið þar. Já. Ég sá það var sketch í gær sem skemmtilegur þegar strákurinn er að tilkynna fóreldrum sínum það að hann sé samkynhneigður og sé bara búinn í sambandi við manni heilt ár. Já. En þá fyrir móðurinn að sýna, og sé klofið og brjóð. Ég er bara svona, hvað er að frétta? Ég er bara, veist... En þetta er líka ekki hvað sem er, þetta var Guðrún Gísla. Já, ég veit það. Hún er, náttúrulega, Guðrún Gísla er legend. Hún er legend. Hún er lifandi legend og að fá Guðrún Gísla svona, láta hana vippa sig þess úr, það er mjög vel. Já,
En hörru, við vorum að ræða yfir auglýsingum að hverjir hafa, þegar þú ert með helling allt þetta frægalið, það vilja allir vera í Steindam, leikarar og söngvarar og svo framins. Búið Kveikja, Lóa Bergmann og ég veit ekki hvað. Hverjir hafa, hefur einhver sagt nei við Steinda Junior það að vera með í þættinum? Já, það er sem sagt, það var 2 aðilar sagt nei, við hefum fengið 2 nei. Já. Og þetta getur komið fólki svolítið óvart en það er meðal annars Davíð Oddsson. Davíð Oddsson, ritstjóri Morgunblaðsins. Davíð Oddsson sagði nei. Ég hringdi reyndar í hann á rosalega slæmum tíma. Ég var búinn að reyna að hringja hann í viku. Já. Og þetta var þegar að hrunið var bara gjörsamlega, þetta var í hápunktur hraunsins. Það var allt í ruglinu. Það var einhvað að gera hjá gamla. Já, svo hringir hann í mig á sunnudagsmorgni fyrir 8 úr private numberi. Já. Og ég hef alltaf litið á Davíð Oddsson bara svona, ég hef aldrei séð Davíð Oddsson með byrjumöðum. Ok. Hann geti þess vegna verið bara eitthvað... Bara ekki til? Hann geti vel verið hans ekki til. Já. Og málið er að hann hringir í mig og ég er náttúrulega á nálum þegar hann hringir í mig. En málið er það sko, og hann var ekki til í það, þú veist, já. Hann var bara mjög kurteis en hann var bara ekki til í það þá. Já. En málið er að ég er nefnilega sko, ég vill ekki vera að augra honum mikið, af því að ég trúi því að hann sé sko það valdamikill, ennþá, og alltaf, og verður alltaf. Já. Hann gæti rauninni eitt mér út úr kerfinu, eins og maður stættir The Net með Söndru Bullock. Já. Við förum úr Davíð Oddsson í Söndru Bullock. Þau er margt sammeilegt, sko, við getum alveg haldið áfram og lónum með það, en málega er ég svo ættur að fara bara í banka, hann ætla bara að taka út 500 kall á þessu debitkorti þetta og það bara, ég finn þið ekki í kerfinu, hver er þú og það er ekki mynd af mér og allt í einu vera vini mínu farin að kannast ekki við mig og bara, ég held í sig orðin geðveikur, en það er allir einhvern veginn að leika þetta og hann gæti púla það. Þannig að ég ætla alls ekkert að fokka í honum og ég ætla bara, beðast afsökunar að hafa hringt svona mikið í hann á tímabili. En gaf hann einhver ástæð annað en bara hei, ég er seðlabankastjóri og hrunið og það er svona pínu ves? Já, by the way, ég get eittir út úr kerfinu, er eitthvað... Já, hætti að hringja í mig drasl. Nei, hann var bara mjög kurteis og sagði bara þetta hentaði ekki núna og allt svoleið, sko. Ég veit það sem ég fyndi með þess að. Já, hann er humoristi. Já, ég veist það. Alveg. Yngvi sem er nú hérna með okkur, hann er nú fulltrúi bláa handarinnar hér á FNÍ. Já, sem er náttúrulega basically skelvilegt, en við getum rætt það seinna. En málið það að... Ég verður bara að fá að segja nei, sko, þetta er bara ekki alveg rétt, sko. Svo fekk ég líka annan nei, þannig ég fengið 2 nei. Þetta eru 3 sérur, það eru 2 nei og það er Vöffluvagnin. Vöffluvagnin? Vöffluvagnin. Sem er niður í miðbæ? Sem er niður í miðbæ með ekta... Guli sendibíllinn hann sem Guli sendibíllinn með belgískar vöfflur sem ég held svo mikið upp á og hún er eldri kona sem er alltaf hana, ég held að hún meira segja þetta og við erum miklu vinir. Ég bankaði þarna upp á því, ég er búinn að fá mig 2-3 en það kom bara ekki til greina. Engin fíflalegt. Vöfflubíllinn fer ekkert í eitthvað sjónvarsþátt neitt. Nei. Hvað ætlaði að þykjast vera með matareitur út af vöfflu eða hvað var í? Nei, en ég get alveg spoila þessu. Þetta er þetta í næsta þætti í fimmtudaginn, en það er sem sagt á Íslandi í næsta þætti þá verður sem sagt það er sem sagt Fast Food Gang Wars heitir sketsin, en það er sem sagt stríð í skyndibittabransanum og það er nonna-nonna-bitum er á móti Dominos og Dominos kemur og það er drive-by á gæja fyrir framan bæris bestu og vöfflubíllinn átt að vera með stórt atrið í þessu, en og Kentucky kallinn eru þetta sjálfsögðu mættur með hafnaboltakilfu og okkur þvílíka fund bara, þetta er svona Al Capone shit og það er mjög skemmtilegt. Hvað segir hann? Fröllur hann eitthvað, hann segir eitthvað, ég sér ekki fröllum með eitthvað, hann öskar eitthvað í trailunum manni, ég sér ekki fröllum með eitthvað. Já, bara einn skyndibitakongur á Íslandi og hann deilir ekki fröllum. Grótarður. En vöffluvagnin getur ekki eittur út úr kerfinu til dæmis? Nei. En það væri þá stórkostli frétti ef hann getið það? Já, getur fita mig vel upp. Já, vel upp sko. Þú ert nú í toppformi. Nei, ég er ekki í toppformi, þakka fyrir það. 3% svita granít. Hvernig var það til dæmis, já, en þú varst nú með sköllótta sauðkraklingunum Auðunni Blöndal í evrópska draumnum. Já, það er alltaf hræðilegt að ferðast með honum, en það var mjög gaman í draumnum. Hann talaði hvað verið gaman að ferðast með þér, því við vorum að ræða á hérna, ég og Yngvi. Þú tekur heila eilíð að gera einföldustu hluti. Já, ég er svolítið eins og John Candy í Flame Trains and Automobiles. Ég er keðjureiki, ég fastreiki sígarettur, ég hrít svakalega, ég er alltaf seinn og það er bara ömurlegt að ferðast með mér og ég viðurkenni alveg og ég beðist bara afsökunar á því. Og Auðunn Blöndal er ekki þolinmóð. Nei, en byttu hægur sko. Þótt að ég sé að hrjóta á nóttinni og þótt ég sé að reykja út gluggan á einhverjum hótelherbyggjum í Rúmeníu, en Auðunn Blöndal, hann er aldrei í nærbuxum. Nei. Hann er aldrei á nærbuxum.
Þannig að ég var að sofa við hliðin á nögtum Blöndal bara hver einustu nóttu í 2 vikur. Já, skítrættur að fara að hlaði í Junior. Já, spúnið mig vel maður, ég haf komið lókin bara á milli raskina. Hver vill ekki spúna með blöð? Hver vill ekki spúna með blöð, mann? Ná, okkur hótel í Rúmeníu, þetta er bara aðeins of grafíst en allt í lagi. Já, þetta er alveg sæðilegt. Já, ok. Þannig að Auður Blöndal, þannig að þú verður logandi hrættur þetta er skemmtilegt. Já, ok. Og hérna, þáttur 1 bara í gær, við ætlum að vera inn í feeling. Helgi Björnsson kemur hérna á eftir. Holy Bee. Er ekki allir sexy? Já, við erum að fara í það. Ég veit það. Ég var að hugsa það bara í morgun, hver er betri í spjall en að fá Helga Björnsson? Og líka á föstudegi. Já. Það hörðu, viljum við gleðina, þetta er Réttar Stefánsson. Indislegt, glow. Kíktu á þinnlíkami.is 190 milljónir í fyrsta vinning á laugardaginn. 1x2 við tippum. Fitnessport, Coke Zero og mannlíf kynna. The Expendables 2. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Bruce Willis og Dolph Lundgren eru mættir aftur í einni hörðustu mynd allra tíma. The Expendables 2. Komin í bíó. Samkvæmt nýlegum mælingum sparar þú 6 krónur á lítran með því að nota Shell V-Power bensín. Miðað við að bíllinn eyði 2,4% minna en með öðru bensíni. Þegar svo við bætist 4 krónu almennur afsláttur með orkulykli eða skeljungskorti, erum við þá ekki að tala fastan 10 krónu sparnað hjá Shell? Skeljungur. FM 95 blöð. Á FM 95. Ég er full hljóður af fallum kallmönnum. Velkomin Helgi Björnsson. Já, takk. Ég verð að fá að spyrja, ég verð að fá að gera þetta. Já. Ok, tilbúin. Holy Bee, er ekki örugglega allir sexy? Oh yeah. Ég var einmitt að hugsa í morgun, Helgi, hverja væri skemmtilegt að fá í spjall á föstudegi á FM 957 þennan þátt, næstum því FM 95 blöð. Já. Það bara, fyrsta sýnda var Helgi Björnsson. Takk kærlega fyrir tröstið sem mér er sýnt hérna. Er það ekki? Jú, ég held að þessi útvarpsstöð væri bara fyrir ung og graða. Já, endi eru við ungir og graði. Við vorum að fara við þá. Við vorum að tala hér graðar konur eins og Steindil tala og maður fjallum hérna fantasíur kvenna. Já, bara fisk eftir þessu. Já, þetta vildur bara heyra. Við erum ungir og graðir. En það er, hvenær, er eitthvað í spilum með Helga Björns á FM? Hvernig er staðan? Ég veit ekki svona. Ég ætla ekkert að gleðina. Jú, þetta er allt í spilum. Er það ekki? Já. Og við höfum að rifja það upp hérna félagarnir. Helgi Björns hefur selt einhvað af plötum. Já. Einhvað aðeins í gegnum tíðina. Eitthvað aðeins. Já. Einhvað aðeins. Og reiðmenn vindana, hestaplötunar. Já. Við bara svona, veistu hvað hefur selst af þeim? Þær hafa selst actually í bílförum. Nú erum við ekki bara að segja það, sko. Jú, ég held að þetta sé eitthvað 35.000. Já. 35.000 eintök á litla Íslandi. Jesus. Já. Bara Helgi í stuði og lopapeysu og bara... Það er svakalegt. Já, þetta er svakalegt, sko. Þetta er nefnilega svakalegt, sko. Já. Og hvað er framöndið hjá Helga Björns og ég sé nú hátíðlegur? Já, sko, ég er nú bara að fara til Vestmanni á morgun að syngja í brúðkaupi og... Já. En svona fyrir utan það, þá er ég að fara á þriðjudaginn, er ég að fara að taka upp þátt á RÚV, Söngvaskáld heitir hann, það er svona í seríu sem Söngvaskáld, það er sem, maður er svona, þetta er svona eins og hérna Storyteller sem var hérna á Vaffa á einum, þú veist, það sem höfumennir er að segja frá hvernig lögin eru til og svona. Já, skemmtilegt. Svo þú með þannig gig eða ekki í vetur með Jóni Ólafs, hann fingur fram í salnum. Jú, það er rétt, já. Svona spjall og skemmtilegt. Já, það er hérna, hann hefur verið með þessa seríu sem að var með í sjónvarpinu sínum tíma og fært hann yfir í salinn. Já. Og verið að taka svona tónlistamenn og verið að spjalla við þá svona eitt og dattinn og syngja lögin á milli. Ok. Og þetta er svona svipað. Svo er ég hef verið að taka upp bíómynd núna með honum Benedikt Ellisinni, hann er að taka upp mynd sem heitir hérna Hross. Já, hestabíó. Já. Svo ertu nú að koma í Frost. Já, Frost, hún verður frumsýnd núna í september. Já, 7. september, þar leikur þú, í Björgunarsveit? Sko, ég er mjög spenntur fyrir Frost. Já. Það er náttúrulega Dundaríni. Dundaríni, Anna Gundi sem á eftir að vekja mikla athygli. Björn Thors líka, ekki? Jú, þau leika rauninni aðalhlutverkin. Já, það er rándýrt símtal. Síminn stof, þetta er rándýrt símtal. Já, við setjum bara hann svarar, þetta er rándýrt. Já. Hann svarar. Það er ekki margir sem hefur flestir bara hent á silent. Já. Helgi Björns svarar. Ég er í útsendingu á FM. Já, þetta er Holy Bee. Kork í þig. Ég hringi eftir.
Já, ég er mjög spenntur fyrir Frost og lítur vel út, mjög vel út. Reyni Lyngdal að leikstýra, það náttúrulega snillingur, tekinn upp á Langjökli í síðasta vetur bara í einhverjum hræðilegum aðstæðum. Já, ég held að þetta sé alveg ótrúlegt og sko það er bara stefnir allt í Hollywood-remake. Já, nákvæmlega, ég var að sjá það sko, að það er myndin ekki komin en það er samt búið að selja hana út. Já, búið að selja hana víða og sko mér, þú veist, skilst það sé vera bara slástu menningar í Hollywood, sko, sem skemmtilegt. Það er bara öll stóru fyrirtæki. Hver myndi leika Helga Björns í endurgerðina Frost? Já, þetta var nú svo lítið hlutur hvað getur gert það hver sem er heldur. Er það? Já. Það er ekki svona Liam Neeson gæi einhverjum? Jú, það var eitthvað svolítið. Það var allavega ekki Tim Allen eða eitthvað svolítið. Jeff Bridges kannski? Tim Allen? Já, ég er ánægð með þá hugmynd. Nei, það er alls ekki. Já, hann var góður í Crazy Heart hérna. Crazy Heart, hann er bara alltaf verið flottur. Það er frábæleikari, alveg frábært. Og svo er nú einhver reiðmannapartí framöndan og eitthvað svona? Jú, sko, ég er í salnum í Kópavogi núna, 22. september. Já. Í salnum. Og já, svo bara er ég búinn að glemma þessu. Allt í góðum, allt í góðum, það eru ekki hér til að muna hlutina. Nei, en það er bara brjálæði að gera, sko. Já, hörðu við, Auðun Blöndal spyrir reglulega fólk sem kemur hingað settið. Að svona típiskur hansóldið. Ég ætla að spyrja þig, Helgi, við spurðum Þórunn Antoni á hann, hvaða 3 manneskjum myndir þú helst vilja djamma með? Þú mætti velja bara hvaða, persónur sem eru, lífs eða liðnar. Ég myndi bara vilja fara með ykkur núna bara. Það ekki? Jú. Hvert myndum við fara? Já. Við myndum krassi eitthvað, við myndum ekki fara beint á bar. Hvert fær við? Byrja á því að fara bara á Ölver, þú veist, og... Já. Ritt svellkaldan og bara... Henda okkur í karaoke? Já, vera svo bara Uptown í kvöld. Fara svo bara fyrir ofan Grensás. Já. Vera bara svo ofan Grensás. Það er glerhart. Ég, Helgi Björns, Steindi, byrja í karaoke. Ég get ekki sungið til að bjarga lífið mínu, sko. Ég meina, Steindi er náttúrulega homeboy í Mosers. Já, við getum jafnvel tekið Hvíta riddarann í Mosó, byrja þar. Við getum farið inn á hesti. Það er máður, það er alltaf yfirleitt þar. Og við verðum bara Uptown Boys. Já. Þannig við tækjum bara Helgi Björns, bara gamli Geirdal og Steindi. Ég kom með bara nett vor í pungin, mér langar að fara beint í ríkjum. Já, þetta vor í pungin, þú sagði þetta við hana Hildi Sverrisson, ég er gaman að því. Kemur ykkar löffræðingur, bara settleg og góð konar rithöndur og Steindi segir, já, maður fær bara vor í pungin við að lesa þessa bókina. Settleg Gessalöfur, hún skrifaði náttúrulega fantasíbókina. Já, hún er þetta skrifaði. Það er ritstýrði. Já, hún ritstýrði, hún safnaði saman fantasíum hvernig. Við erum nú áhugamönnum fantasíur. Jú, fantasíur bara í öllum formum. Í öllum formum. Kalla og kvenna. Já. Ég hef ekki lesið þessu bók, ég var að lesa hana í dag. Já. Og það var bara fallegt sem að ég las hana. Já. Þannig ég hlakka til. Ég hlakka mikið til. Hún sagði að það ætti að hafa hana bara á náttborðinu hjá sér bara. Já. Þetta geti verið svolítið góð hljóðbók. Það gæti verið góð hljóðbók. Þú ætti nú að taka það. Svaðaleg hugmynd var þetta. Þetta er bara, þetta var $1 million hugmynd bara að datt hérna. Ég vona að enginn hafi hýrt þetta og við förum bara tölum við höfum. Já, nákvæmlega. Steindi Junior ætlar að lesa hljóðbókina Fantasy. Já. Með, sko, við lesum hana saman. Hann var kominn á rúmstokkinn þarna maður. Læðist með mér á kottan maður. Varirnar á mér alveg titruðu. Fáið svo Stop Wait Go til að taka effektan á það. Autotune og... Þeir poppa hljóðbókina vel upp. Já, hljóðbókin, við erum bara að fara í þetta á eftir. Þetta er geðveikt. Syngjum í forlagi. Við förum bara Uptown og í hljóðbókina. Já. Við erum með hugmynd. Hildur, við erum með hugmynd. Já, við tökum fantasíurnar, gerum hljóðbók, ég tala inn á Stop Wait Go, poppa hana vel upp. Já, autotune á hljóðbók fyrir fantasíur. Það er rosa. Ég verð að splæsa hérna út af þessu. Sætinur. Þetta er alltaf svona, er þetta ekki pönnspjallan? Þetta er pönnspjallan, þetta er magasín pönnspjallan ekki? Já. Allavega. En Helgi Björns, við vildum bara fá því í feeling, akkurat. Það hefði verið gaman að taka lagið eitthvað, þú veist. Já. Við reyndum að fá Ásgeir Trausti komið ná hann og Ívi Rólir yfir honum heldur en þér. Já, nú? Já, bara Róli heita músíkur hona, sko. Það geti ekki allir verið eins og Holy Bee. Sexy. Hann var þetta mjög sexy, sko. Já. En hann gleymdi gítarnum. Já. Ég gleymdi hann líka. Já, við hringdum í Sverrir Bergmann sem á nú að heita það að vera með einhver föstudagslöð kl. 5. Hann er bara upp á heiði eitthvað. Gera eitthvað allt annað að syngja. Gera eitthvað allt annað. Já, alltaf klikka. En við ætlum bara að henda okkur í gott Helga Björns reið með myndana lag. En herru, verðum við ekki að biðja Helga að taka eina kynningu? Þeir eru ekki allir sexy? Áður en maður hendur inn? Jú. Eitt svona eins og þú værir ímyndar og væri bara með svona 50.000 manns fyrir fram að þér. 50.000. Er ekki allir sexy? Það er náttúrulega máli. Helgi Björns, takk kærlega fyrir að kíkja í heimsókn. Herru, gaman að sjá okkar og ég hlakka til núna bara, förum í þetta. Hljómlegin. Takk. Takk fyrir það kærlega. Holy Bee. Ég vissi þetta er gaman, sko. Já, hann er mesti, mér finnst þetta að vera mesti töffar Íslands. Já. Það er bara þannig. Og eins og maður tala sko, hann í sumar á topp 20 mest seldu plötum landsins átti hann 5. Já.
Hugsaðu þér. Það er rosalegt, sko. Það er hræðjar í því. Því líkir fans eru að úti maður. Já, 4 reiðmenn vindana plötur, 35.000 eindur, gera þeirri plötur. Þetta er svakalegt. Þetta er nefnilega alveg svakalegt. En hörðu hérna... Hvað gerðu þið í dag í þættinum? Hvað gerðu við? Já. Við hvað gerðu við? Þú komst svo sent inn. Já, þú komst sent inn. Við heyrðum í Sverri Bergmann sem er á leiðinu á Gæruna. Já. Stórvinnur okkar sem hefur nú vanlega tekið föstudagslægi hér á FM 97. Það er eitthvað bæjarhátíð á Króknum? Það er bæjarhátíð á Króknum sem er nú Sverri Bergmann og Munaðarleysingarnir hita upp fyrir Gildruna í kvöld og Hótel Mæru. Er Gildran að spila? Já. Já, K-Tom, vorkvöld í Reykjavík og allt þetta. Já. Það ekki í hann bara. Ég er alveg til að flóra bílinn upp þér. Flóra bílinn á Gæruna. Allan að Sverri Bergmann, heyrðum við honum, heyrðum við Þórunni Antoníu. Já. Hún með partí á Dolly í kvöld í Hafnarstræti. Frábært sína nýtt myndband og veit ég hvað. Glæsilegt. Og Hildur Sverris kom, voru í pung og allt það. Já, hljóðbókin. Hljóðbókin. Og eins og Helgi sagði hann að fóð hérna út, þetta með að selja klút með inn á bensínstöðum landsins. Og sleipihefni. Já, ok, þú ert að fara á langt. Já, ok, ekki máli á. Það er ekki krakkar að hlusta maður. Nei. Klukkan er 6, það er bara út að borða. Hljóðbókin, fantasíu, klútur og selt á bensínstöðum. Ég bara heyri eitthvað svona auglýsingar, fíasko og vesen gerast. Og stoppa eitt góð autotjúna að lesturinn. Þetta er svakar. Ok, kannski ekki þú. Ég vil með þeirra sko Guðna Kolbeins eða Arnar Jóns einhvern lesa þetta. Það gætið þú ekki gert það. Nú veist þú, lest þú inn á sjónvarp og auglýsingar og... Já, Söppi-kallinn. Já, hún Söppi-kallinn. Getur þú sagt bátum mánaðarins? Bátum mánaðarins, aðeins 419 krónur. Hann er með þetta. Shit. Þetta er svakalegt. En þú veist, eins og rosa gaman að því að svona SMS frá fólki, hver er bátum mánaðarins? Já, ertu að... Eins og ég sé bara, já, ég fæ actually þannig SMS. Eins og þú sér bara að vinna þarna. Já, ég sé bara í þessu ákveð þetta því ég les auglýsingar nokkur sinnum á ári. Ég verður, það er túnfiskbátur fáviti, farðu á næsta Söppi. Nei, alls ekki. En allavegna hérna, svo bara hóli bíóstöð og þú hérna dansaði af mér. Já. Var loka atriði þáttarins í gærkvöldi. Já, var loka atriði í gærkvöldi og hérna, þetta er svona stærsta vídeo sem við hefum gert. Já, þetta var bara, það var ellendis bara. Já, þetta var svolítið þannig, það var geimvera og allt sko. Geimvera og flugvélar. Fyrsta skipti sem geimvera sést í íslensku sjónvarpi. Og hverjir gera geimveruna? Það eru hérna miðstættismenn, þeir gera alltaf brellurnar sko. Já. Snillingar. Brellukalla, já, mikli snillingar og bara við erum í skýjurum yfir þessu. En þetta er sko, við erum búin að gera lag sem heitir Dansaðu mér og við gerum skets sem heitir Dansaðu mér. Já. Sketsin var í gær og lagið, við ætlum að frumflytja það nú. Við ætlum að frumflytja það hér í næstum því FM 95 blöð. Já. Takk fyrir kærlega. Takk fyrir kærlega. Sketsin er komin inn á vísi.is, allir að deila því út allt. Ég gef mér að lagi fær hún líka á netið eða YouTube. Jó, allir við gerum það ekki. Bara ef fólk vil ná í það eitthvað svo leiðis þá bara auðvitað. Já, og það er bara heiður fyrir okkur. Ég mitt postaði líknum á hann og spáði því að þetta verði eitt mest spilað lag landsins á komandi vikum. Já, þegar ég lappa niður Laugaveginn núna helgina og ef ég er ekki að heyra þetta út á götu frá öllum skemmtistöðum þá verð ég mjög fúll og ætla jafnvel að yfirgefa landið. Ég held að Austur, B5 veg og bara allir staðir blasti þessum helgina. Já. Er það ekki? Ég ætla að vona það. Þetta er vantilega verið spilað í partíinu í gær? Já, þetta var spilað í partíinu í gær og bara ég, eins og ég segi, þetta er Kottum eitthvað hátíðlegt? Nei, ég ætla bara að vera hóður. Þetta er bara sem það er. Nei, fokk, þetta er hittari, þetta er aðeinslegt. Þetta er hittari. Já, mér ætla bara að biðja fólk að hækka vel í græjunum sín. Já. Sem er að keyra. Dansaði að mér. Dansin er skemmtilega líka í miðbændunum. Já. Já, sketsinum. Já. En hörðu, áður við kveðjum. Já. Hvað ætla Steindi Junior að gera um helgina? Ég er að fara að vera kynnir á bæjarhátíðinni í túninu heima á morgun. Já. Mjög spenntur því. Það er Páll Óskar og við ekki bröllum eitthvað saman örgli på sviði og eitthvað svona. Já. Já, bara fyrir alla sem vilja kíkja upp í Mosó. Það er að syngja blóminn og allir eru resir. Það er að selja heimabæinn. Já, ok. Yngvi, hvað þú gera þér? Það er bara rólehitt. Elski boltinn, morgun, mannsýttir. Já, við erum með því. Þú nú lítið í boltanum. Já, ég er náttúrulega harður Newcastle-maður, má ekki gleyma því. Þú ert harður Newcastle-maður? Já. Það er nú aðeins bjartar yfir þeim. Andy Cole og Alan Shearer og... Já. Á því tímabili. Minna núna. Aðeins minna núna, en þú veist, ég er harður Newcastle-maður. Já, ég og Yngvi og... Við erum grimmir í Man United menn. Já. Við ætlum að sjá Van Persie setja hann á morgun. Já. Þetta er þannig viðbjóð á mánudagskvöldi. Á móti hverju meira þeir að spila? Er það ekki Fulham eða West Ham? Já, það skal ég halda með ykkur líka. Er það ekki? Jú, bara svo lengi sem þeir ekki að spila á móti Newcastle. Já, Sideshow Bob pakka okkur saman á mánudagskvöldi þannig að fella í hérna, gríski ekki heim með hárið. Nei, gríski er belgiski. Nei, ekki eins og nú. Við erum ekki varðið í þetta. Hann er ekki ræpa sákur. Hann dansaði að mér, við ætlum að frumflytja lagi hér í næstu því að fyrir 95 blöð. Ég heiti Jón Gunnar Gerdal, búinn að vera hér í fjarveru Auðuns sem er að leika sér einhvers staðar þetta jet setting celebrity pack. Já, meðan eftir að ég kom þá ættu búinn að standa að mjöl. Er það ekki? Mér finnst þú
bara að taka við þessu þætti. Já, við erum að fara í það. Já. Ég snóða mig bara á mándagann og fer í þetta. Blastið í græðuna, dansa það mér, tjekk í þetta. Takk í dag.